teygja og nára. Hér nokkur smáatriði sem maður þarf að gefa góðan gaum áður en maður teygir. Þetta grunnstaðan. Í þessari stöðu hér byrjum við á því að lyfta lífbeinu. Það er að segja snúa mjaðmagrindinni þannig að lífbeinu lyftist upp í loft. Svona er ég að lyfta upp lífbeinu, nú er ég að lyfta upp rófubeinu. Þannig að við viljum fá lífbeinu upp, því næst spennu af rassvöðvann, þeim megin sem við ætlum að teygja. Bara við það að spenna rassvöðvann og lyfta grindinni þess að þá er ég komin smá teygju hérna nára. Síðan spenna kviðinn, passa að maður þarf ekki í fettu á mjóbaki, spenna kviðinn aðeins og síðan ýta sig fram í teygju. Halda spennuna á rassvöðvanum allan tíman, halda lífbeinu uppi og síðan úr þessari stöðu hér get ég aðeins hreyft mig til, snúið þess hérna frá náranum sem við erum að teygja og einnig fært mjaðmina aðeins til hliðar. Það er að segja, þegar ég komið í stöðu, búinn að gera allt rétt, hérna færa mig aðeins til hliðana og finna þann stað sem að togiði mest. Þetta var teygja og nára.